Jæja, komið sæl, þá er komið að kafla 1.15 sem er á blaðsíðum 70-75 í bókin okkar og fjallar um Jesús og upphaf kristinnar trúar. Fyrst hins vegar ætlum við að tala um gyðinga sem eru svona fyrstir taldir hafa komið almennilega fram með þær hugmyndir að það væri raunverulega bara til einn guð, svokallað eingyðistrú. Þeir sem sagt flýja heimaland sitt í Palestínu til Egyptalands á 17. öld fyrir Krist og lifa fyrst sinn svona í sátt og samlyndi við Egypta en eru síðan hnepptir í þrældóm og tekst síðan að flýja þaðan svona 1300 til 1200 fyrir Krist. Það er fræg sagan af því þegar Móses á að hafa leitt gyðinga þarna út úr Egyptalandi. Nú á leiðinni frá Egyptalandi þá sem sagt telja gyðinga sig að fengi boð frá Guði að þeir væru hans útvalda þjóð, svona óskabörn Guðs í raun og veru. Og ef þið myndu fylgja lögmáli hans, þar á meðal boðorðunum 10, sem að þið væntanlega tengið óvonandi við Móses, þá myndi Guð vernda gyðinga og senda þeim svokallan Messías, sem myndi leiða þá að lokum til sigurs. Og við tölum aðeins betur þá eftir þegar við förum að tala um Jesús. Blómatími gyðinga er talinn hafa verið frá svona 1700 fyrir Krist. Á þeim tíma þá reisa frægt musteri í Jerúsalem. Kóngarnir tveir, Salómon og Davíð, í þessu musteri Salómons, þar var sáttmálsörkin geymd fyrir þá sem hafa hort á Indiana Jones, þá er talað svolítið, eða minnst svolítið á sáttmálsörkina þar. Og í þessari sáttmálsörk áttu boðorðin 10 hafa verið geymd. Nú, gyðingar hins vegar bygguðu sífelldar innrásir og það var síðan á 7. öld fyrir Krist að Babýloníumenn ráðast þarna inn og herleiða gyðinga og taka þá með sér til Babýlon, þeirra miklu stórborgar. Og það er raunverulega þar sem að Biblían sjálf verður til í þessari fangavist eða hvað á að kalla það í Babýlon. Nú, Rómverjar og Rómaveldi sem við því miður bara komust ekki yfir á þessari önn, þeir leggja Palestínu undir sig svona bara stuttu fyrir fæðingu Krist, svona árunum 4-7 að bókin talar um, og það svona fór ekki rosalega vel í alla. Það er mikið uppreisnir, gyðingar voru að reyna að brjóta stjórn Rómverja á bak aftur og það er svona eftir fjöldan allavega uppreisnum að þá endar raunverulega með algjörum sigri Rómverja. Og það þýddi það að gyðingum sem þjóð, þeir eru tvístrast út allan heim, þeim er dreift allan heim. Og það er kallað díaspora, eða dreifingin mikla. Og þar með verða gyðingar í raun og veru þjóð án föðurlands. En það er auðvitað eitthvað sem við enn þann dag í dag þekkjum og erum að glíma við í þessari miklu deilu til að mynda á milli Ísraelsmanna, gyðinga og Palestínumanna hins vegar réttmæti þessa landsvæðis. Hver á réttin á að búa þar. Nú, þá að Jesúsi sjálfum, það eru því miður ekki til margar samtímaheimildir sem að beinlega sanna tilvist Jesús, þannig að mestöll okkar þekking fengin úr þessum 4 frægu guðspjöllum, það er að segja Matteusar, Jóhannesar, Markúsar og Lúkasar guðspjalli, en þau eru uppistaðan í Nýja testamentinu. Gyðingar leggja mikið upp úr Gamla testamentinu, á meðan kristnir eru mikið að vinna meira með Nýja testamentið. Nú, guðspjöllin eru skrifuð á grísku og af hverju skyldi það skipta máli? Jú, því að Jesús sjálfur náttúrulega talaði tungumál sem heitir aramíska og það að guðspjöllin séu skrifuð á grísku, náttúrulega fær maður sjálfkrafa til að setja spurningamerki í það hversu réttmæt þau eru. Það er svona spurningum svona hversu traust heimild þau eru líf Jesús. En hvað er það? Samkvæmt guðspjöllunum þá náttúrulega var Jesús fæddur í Betlehem, hann var sonur trésmiðs, eða var hann kannski sonur Guðs, við skulum reyna að komast að því betur á eftir. Hann er skírður rúmlega 30 af manni sem var nefndur Jóhannes skírari og stuttu eftir það þá fer hann að tala sjálfa sig sem Messías, sem var náttúrulega eins og munið, þessi merki maður sem var sendur af Guði til að hjálpa gyðingum. Nú, það fór kannski ekkert allt of vel í Rómverja. Þeir litu á hann á endanum sem uppreisnarsegg og handtók hann og krossfestu
svona talið 31 til 33 eftir Krist, eitthvað það leyti. Og hvað skyldi þá verða kristna trú eftir það? Pétur, sem var einn af lærisveinum Jesús, hann var svona skipaður leiðtogi safnaðarins eftir að Jesús hafði látist eða verið líflátinn, þar að segja. En það síðan Páll postuli sem sér að dreifa boðskapnum kristna trú gjörvallt allt Rómaveldi. Og það náttúrulega var mjög auðgert, því að Rómaveldi náttúrulega var bjó við miklum verslunar- og samgönguleiðum, þannig að orðið barst mjög hratt út, þessi boðskapur. Og Páll postuli náttúrulega lagði mikið upp úr því að það voru allir menn sem gátu orðið kristnir. Og það er svolítið skylda á milli hans og svona leiðtoga fyrstu kristnu safnaðana sem hefur lagt meira upp úr bara hlýðni við þessi lögmál gyðinga. En eftir þetta náttúrulega var þetta svona að meiri almenningstrú. Fyrst allir gátu orðið kristnir, þá höfðu þetta náttúrulega miklu meira til fólks. Og elskandi Guð, náunga kærleikur. Kristindómur er frábrugðinn öðrum trúarbrögðum að því leytinu til að það þýddi ekkert að færa fórnir til að milda Guð, þennan eina mikla Guð. Menn sem trúðu á kristna trú lögðu miklu meira upp úr náungakærleik. Náungakærleikurinn var svona eina höfundyggðum kristinna manna. Raunur þú átti bara aðstoða náungan og vera góður við allt og alla í kringu þig. Kristni menn trúði náttúrulega statt og stöðugt eftir boðskapnum sem Jesús boðaði að Guðsríki væri alltaf stutt í Guðsríki. Guðsríki væri nánd. Og það svolítið útskýrir staðfestu kristinna manna. Þeir náttúrulega óttuðust kannski ekki dauðan, því að þeir voru alltaf sannfærðir það að þeir væru bara leiðinni þá í Guðsríki eða paradís eða himnaríki. Kristnar konur, svona til að byrja með þá leit kristin trú rosalega vel út fyrir kvenréttindi. Fóstureyðingar og útburður barna voru bannaðar. Konur máttu velja maka. Það var vel séð ekkjur innan kristinnar trúar. En það sem gerist eins og síðan, eins og hefur því miður allt of gerst í sögunni, er það að feðraveldið sigrar að lokum. Það er að segja það, á endanum voru það náttúrulega gamlir kallar sem fengu öllu ráðið. Það voru menn sem náttúrulega gegndu öllum svona megin embættum innan kristinnar trúar, höfðu því raunur öll völd og hann að konur svona kannski fengu aldrei það jafnræði náttúrulega sem eðlilegt hefði átt að teljast og telst í dag. Svo náttúrulega kemur þetta að kannski Jesús sjálfur, hann boðaði ekki mikla andúð á kynlífi og svona talaði ekki niður til kvenna í þeim skilningi. En það kemur hins vegar strax eða fljótlega fram hjá Páli postula og svona öðrum kristinum mönnum að það var þessi mikla andúð á kynlífi. Einlífi átti í raun og veru að vera var æðst. Næst best var kynlíf innan hjónabands og þá helst bara með því eina markmiði að eignast börn, viðhalda mannkyninu. Þannig var svona karlmaðurinn, eins og segir í bókinni, tákgervingur andans, en konan hins forgengilega holds og kynlífs. Það er alltaf náttúrulega litið niður á konur og það fer allarleið aftur til aldingarsins í Eden, eins og við höfum svolítið verið að ræða í tímum. Þegar Eva borðaði eplið af skilningstrénu góða. Ofsóknir gegn kristnum, fyrst til að byrja með, voru Rómverjar mjög umburðarlyndir gagnvart fjöldanum öllum af þeim trúarbrögðum sem voru stunduð innan þeirra veldis. Síðan þegar það fer að hnigna veldið hjá þeim, fer að ganga illa, þá kristnum mönnum töluvert kennt þetta slæma gengi og þá hefjast ofsóknir gegn þeim. Það eins og að gengi ekki rosalega vel, því að munið eins og við ræddum áðan Guðsríkið og staðfestu kristinna manna, þá svona fóru Rómverjar svolítið að sjá og endanum dást að því hvað kristnir voru heilt yfir svona sterkir og mjög sannfærðir. Það var erfitt að brjóta þá bak aftur og á þessum tíma náttúrulega kirkjan líka hjá kristnum orðið mjög skipulögð og mjög útbreidd, þannig að smátt og smátt fara Rómverjar raun og veru að taka upp kristna trú
og eins og segir hérna þá verður kristni á endanum ríkistrú í Rómaveldi árið 392 eftir Krist. Nú aðeins bara eldsnöttin í lokin, meðan á ofsóknunum stóð þá gat náttúrulega kristið fólk ekki hist hvar sem var, þannig að fólk var mikið að safna saman í laumi inn á heimilum og það er svona talin vera grunnurinn af fyrstu kirkjónum. Á blaðsíðu 72 er síðan mynd og texti þar undir sem er talað um þessar katakombur, en þær voru raun og veru þetta voru bara grafreitir kristinna, þar sem að líkin voru grafin og geymd, þannig að ágætt að kannast þessu þetta hugtak. Nú, yfirmaður safnaða, yfirmaður kristins söfnuðar á hverjum staði kallaður biskup, sem er hugtak sem er til enn þetta í dag, og biskupinn í Róm, hann taldi sig svona vera öðrum biskupum æðri, taldi sig vera aðal spaðan í þessu máli og hann studdi þá kröfu, eins og segir í bókinni, með því að Pétur postuli hefði raun og veru stofnað fyrsta söfnuðinn í Róm. Hann hefði verið þetta bjarg sem Jesús vildi að kirkja sín yrði byggð á og þar með ætti biskupinn í Róm náttúrulega að vera aðalkóngurinn. Og það svona er grunnurinn að í raun og veru páfakirkjunni eins og við þekkjum í dag og því ógnarvaldi sem að páfinn í Róm hefur. Hana nú. En við skulum láta þetta duga að þessu sinni.